Við erum í Þistilfirði við norðausturhorn Íslands. Þorskurinn er kominn inn á fjörðinn til að hrygna. Stór hluti af þeim þorski sem elst upp fyrir Norðurlandi fer suður fyrir land til hrygningar í hlýrri sjó. En hrygningarstöðvar eru líka við Norðurland, til dæmis hér í þessum litríka Sælureit í Þistilfirði. Þorskurinn við Ísland fer að hrygna þegar mjög tekið að líða á vetur, í mars og apríl fyrir sunnanland, en yfirleitt eilítið síðar við Vestfirði og Norðurland, langt fram í maímánuð. Það á reyndar ekki við hér. Trúlega er hlýrra hér á grunnsævinu í Þistilfirðinum, vorsólin farin að ylja. Hér hrygnir þorskurinn á svipuðum tíma og fyrir sunnanlandið, í mars-apríl. Hér er stór hrygna. Sjáið hvað hún er útbelgd af hrognum. Miðað við útlitið á henni eru gríðarmikil hrogn í henni. Í hrygnu sem er 80 cm löng geta verið 2,3 milljónir eggja og ef hún er metri á lengd geta þau verið 4,3 milljónir. Sjálf eggin eru hins vegar pínulítil 1,4 mm í þvermál. Hér eru einstakar myndir af mökun þorsks. Slíkar myndir hafa ekki náðst áður nema þar sem þorskur er alinn í búrum eða kerum. Hængurinn og hrygnan snúa saman kviðum, hrygnan sprautar út eggjum sínum og hængurinn svilunum. Eggin svífa í sjónum og klekjast út á 10-20 dögum eftir því hversu hlýtt er í sjónum. Úr þeim kemur lirfa og úr eggi sem hringt í mars er lirfan orðin að svokölluðu núllgrúppuseiði í júlí eða ágúst. Þorskurinn er eigin óvinur má segja, því að á þessu skeiði er mikið að stærri þorskar éti þá minni. Stærri seiði éta minni seiði, stærri fiskar minni fiska og svo framvegis. Fyrstu 3 mánuðina eða svo berast lirfurnar og seiðin með straumum og stjórna lítið ferðum sínum, en svo fara þau að leita til botns. Þá geta þau verið komin langt frá hrygningarstaðnum, hinum megin við landið kannski, eða jafnvel upp að ströndum Grænlands. Það er talið óhætt að áætla að á bilinu 100-300 milljónir einsárs þorska séu í sjónum. Ef fiskar kæmust upp úr öllum eggjum sem hringt þyrfti ekki nema tæplega 100 hrygnur til að fá fram þennan fjölda. Kynþroska hrygnur í sjónum eru taldar vera nokkrir tugir milljóna talsins. Af því sjáum við að afföllin eru yfir 99,9%. Svona er lífsbaráttan í sjónum.